Jæja, vindum okkur beint í þessa yfirferð á heimildunum og skoðum vægasagt grípandi, sanna glæpasögu. Hér afhjúpast nefnilega hversu mikil, reynlega banvæn hætta fylgdi því að berjast fyrir samfélagslegum umbótum á Indlandi á 7. áratugunum. Þetta ekki bara einhver venjuleg glæpasaga, heldur blákalt frásögn af ótrúlegri lífróðarsbaráttu, fátækra á alþýðu gegn grimmilegu valdakerfi. Og í miðpunkti þess alls stendur einn maður, prestur að nafni James Kotail. Stóra spurningin sem keyrir þessa frásögn áfram er raun þessi. Hvers vegna í óskabönnum skyldu velauðugir landeigendur ganga svo langt að ráða miskunnarlausa leigumorðingja til að myrða óbreyttan sóknarpresti í pínu lítilli sveit? Hvað bjó raunverulega að baki? Hvaða efnahagslegu hvatar getur mögulega réttlætt svona sláandi morð? Við skulum grafast fyrir þetta og rekja atburðarásina sem leiddi til þessa skelfilega ódæðis. Fyrsti hluti, miðnáttumorðið. Seint kvöldið, nánar tiltekja aðfaranótt 14. júlí ára 1967 í smáþorpinu Navatan gerðist þið óhugsandi. Klukkan 9 kvöldi bönguðu 2 mjög vel klæddir ókunnugu menn upp á hjá prestinum. Þeir báðum vatn og skjól fyrir nóttina og nýttu sér þannig hjartagæsku hans. En rétt klukkustund síðar leitu þeir til skaraskríða. Presturinn hlaut 13 stungusár. Sumar heimildir benda ránur til þess að þeir hafi bætt alveg sérstakri stunguaðferð. Hannari beinlínis til að halda innri blæðingum í lágmarki svo fórnarlambi myndi einfallega blæða út innvortis. Það gerði alla læknisastóð núast ómögulega. Þetta var samsagt ekki að handahóskent, þetta var þörskipulegt verk fagmanna. Annars hluti, kerfisbundið arðrán í Chotanagpur. Til að skilja hvers vegna svona hræðilegur atburður gat yfirleitt átt sér stað, verðum við að skoða sögulega og efnahagslega vígvöllin sem gerði þannan hóværa prest að svona gríðarlegri ógn. Heimildina tala andstæðinga sem voru kallaðir díkus, sem þýðir einfallega aðkomumenn. Í þessum hópi voru valdamiklir landeigendur og skattheimtumenn þekktir sem jagirdars og samindars. Þeir höfðu í gennum tíðina nánast þrælað úr upprunalegum íbúum svæðisins, hinum svokalluðu Adivasi ættbálkum. Adivasi fólkið áttir landi upphálega, en var hneppt í gífurlega fátækt og gert af vinnudýrum með kerfisbundinni nauðungarvinnu og stjernufræðilegum skuldum. Lykilatriðið hér er þessi algjöra andstæða milli tveggja kerfa. Annars vegar var það þetta gamla rányrkjukerfi okurlánananna. Hugmyndafræði þeirra snerist hreinlega að halda alþýðunni í botnlausri skuldaánuð. Lána var út á svakalegum okurvöxtum og svo var landið einfallega hirt þegar fólki gat ekki borgað, skák og mát. En hins vegar koma trúboðarnir með alveg nýtt líkan á borðið, samvinnu lánasjóðir. Þessi nálgun byggði á hópaábyrgðum og bauð upp á hreinrættað, byltingakent fjárhagslegt frelsi. Þarna mættu sem sagt hið gamla grimmilega arðrán og ný og bjart framtíðarsýn sjálfstæði. En hei, til að takast á við þannan gríðarlega vanda þurfti Kottavílprestur reyndar ekkert að finna upp hjólið. Hann rýndi grannt í aðferði fyrir erindara sinna. Þar ber helst að nefna mann að nafni John Baptist Hoffman sem hafði sett á laggirnar samvinnulánasjóð alveg aftur árið 1901. Með því að greina nákvæmlega ofan í kjölinn hvernig þessi eldri sjóðir virkuðu, gat okkar maður smíða fullkomna áætlun. Áætlun sem snerist eitt, að slíta þessa skuldalekki okurlánarana í eitt skipti fyrir öll og koma bændunum aftur á lappirnar. Þriðji hluti, valdefling Adivasi fólksins. Hvernig í ósköpunum var þetta svo framkvæmt í reynd? Nálgun prestsins var sko algjörlega heildræn og fór langt fram úr því sem venja var hjá klerkum á þessum tíma. Þetta snerist allt sjálfstraust, smáum sveitaskólum var breytt í stærri miðskóla, sett var á laggirnar sérstök vikuleg akademía þar sem nemendur voru bókstaflega látnir æfa sig í að halda ræður fyrir framan hóp til að brjóta niður feiminni og byggja upp alvöru leiðtogahæfileika. Svo voru meira að segja stípulögð íshorkimót á milli þorpa, allt miðaði þetta að því að efla samvinnu og stolt hjá hópi sem samfélagið hafði alltaf litið niður á, algjörlega frábært framtak. Auðvitað er menntun mikilvæg, en fólk þarf ju líka að borða, ekki satt? Hefðbundnu landbúnaðaraðferðirnar gáfu einfallega of lítið af sér. Svo til að tryggja raunverulega sjálfbærni mætti hann með nýjar og mun ákastameiri aðferðir. Innleið var mun snjallari japansk aðferð við hrísgrónaræktun og þar að auki var farið að rækta sérstaka kassavarót sem kom alla leið frá heimaslóðum prestins í Keralafylki. Þessi eina breyting gerbreyti matvælaöryggið þorpanna. Þetta var algjör straumkvörf fyrir svæðið. Svo það aðlögunarhæfnin, hún var alveg hlengt einstök. Venjulega
vilja prestar halda messur á sínum föstu tímum, sama hvað tautar og raular, jáfnvel þótt að kosti bændarna dýrmætan vinnutíma. En lausnin hans, sunnudagsmessum, var bara flýtt til sólarupprásar. Þannig gátu þorpsbúar sinnt sinni trú án þess að það kæmi niður á bláköldu brauðstriti dagsins. Þetta sýnir svo vel þannig djúpa skilming á því að efnahagslega afkoma samfélagsins varð alltaf að vera í fyrsta sæti. 4. hluti, okurlánarnir slá tilbaka. Eins og við máttu búast fóru allar þessar frábæru umbætur gríðarlega í taugarnar á þeim sem græðu á fátæktinni. Árið 1965 skall síðan á hræfilegur þurrkur. Hann varaði í dögsheil 2 ár og lagði bókstaflega stór landsvæði í rúst í ríkinu Bíhar. Matvælaframleiðslan hundi og neyðin varð alveg yfirþyrmandi. En fyrir þessa vondu okurlánara, þetta var hrein lukkupottur. Þeir ætluðu sér að nýta örvæntinguna til að hneppa fólk aftur í endalausar skuldir, þar sem bændurnir áttu engra annara kosta völ að grátbiðja lán til að halda lífi. Nákvæmlega þarna á hápunkti þessara hrikalegu efnahagskreppu þann 24. apríl árið 1967 mætir Cotton Tail prestur til Navatandr. Þetta þorp var gríðarlega afskekt og hreinlega alræmt fyrir glæpi. Sumir voru viss og dauðþreyttir þarna að þeir hættu sér ekki út úr húsi eftir klukkan 6 á kvöldin. En bakkaði hann? Nei, aldeilis ekki. Í stað þess að halda sér höndum á þessu svæði, byrjaði hann strax að stækka samvinnulánasjóðina til að kippa fólki út úr klóm okurlánaranna. Það óhætt að segja að spennan hafi verið orðin algjörlega óbærileg. Það leiðir okkur að þessum síðustu sársaukafull 70 klukkustundum. Rétt eins og kom fram í upphafinu þá mættu morðingjarnir klukkan 9 kvöld. Eftir árásina kom algjört bjargarleysi sveitarinnar bersýnlega í ljós, enda engar samgöngur. Bera þurfti prestin alvarlega særan og sjúkrarúmin langan veg út á aðalveg þar sem loksins tókst að húkka far með rútu til spítalans réttu miðnetti og þrátt fyrir mikla baráttu og dag af kífurlegum kvölum þá lést hann kvöldi þann 16. júlí. Algjör harmleikur. 5. hluti, arfleið píslarvoltsins. Á dánabeðinum með fulla rænu skilur hann eftir sig líklega magnaðasta og áhrifamesta augnablik þessara yfirferðar. Hann neitaði algjörlega að bera kennsl á mennina sem stungu hann eða landeigenduna sem pöntuðu morðið. Orð hans fóru einfaldlega, þeir voru bræður mínir, ég hef fyrirgefið þeim að fullu. Í stað þess að skilja eftir sig hatur og hefndarþorsta skildi hann eftir sig boðskap fullkomna fyrirgefningu sem setti alla vistata algjörlega hljóða. Hér opinvert sögulegt skjal frá árinu 2017 sem staðfestir þessa sterku arfleið. Það minnist þessara gífurlegu fórnar fyrir valdeflingu atifasi fólksins formlega. Sjáu til, landeigendurinn héldu að morðið myndi sá skelmingu og ræða fólk aftur til hlýðni. En viti menn, nákvæmlega hið gagnstæða gerðist. Fórnin var hreinlega til þess að þjappa fólkinu enn frekar saman og setja kraft í áframhaldandi uppbyggingu. Óttin hvarf og við tók gríðanleg staðfesta. Og árangurinn til lengri tíma eitthvað sem hægt að mæla svart og hvítu. Þegar presturinn mætti til Navatandr vorum það byrj 1000 trúaðir í sókninni. Í dag? Þeir eru yfir 4000. Samfélagið tók algjöran vaxtakip, skólarnir stækku gríðarlega, urðu öflugu menntastofnunum með 1000 nemenda. Heilu kynslóðunar hafi í dag tækifæri sem hefðu áður þótt glæfralegur draumórarög. Dauði hans kveikti sem sagt lífnista í staðins að slökkva hann. Og áhrifin teygja sig ránar miklu víðar. Bréf frá erkibiskúpunum í Ransi, skrifað árið 2019 til upprunalegu heimabyggðar prestsins í Kerala, sýnir glögglega að sagan ekki bara staðbundin. Hún heldur áfram að veita nýjum kynslóðum allt innland gríðarlegan innblástur. Hugríki og samfélagsleg barátta á einum litlu stað getur bókstaflega ómað þvert yfir landamæri og hvatt fólk áfram áratugum síðar. Það eitthvað virkilega fallegt við það. Við lokum þessari samantekt á svolítið þungri en algjörlega nauðsynlegri spurningum. Þegar viðleitni einnar mannesku til að mennta altíðu og brjóta af henni fjárhagslega fjötra endar með svo grimlegu og köldu morði, hvað segir það okkur þá hið raunverulega gjald sem fylgir því að rífa niður kerfisbundna kúkun? Valdakerfi sem nærast á arðráni gefa augljóslega ekki tómmu eftir átakalöst. En saga James Cotile sýnir líka mjög skýrt að þótt fórnarakostnaðurinn sé stundum svakalegur, þá getur sönn réttlætiskend og menntun gjörbreytt framtíð heila samfélaga til hins betra. Vonandi gefur þessi saga okkur öllum eitthvað stórt til að hugsa. Takk kærlega fyrir að fylgjast með.